Og ég sagði bara já. En við erum að berjast fyrir betra samfélagi. Það enginn með betri vopn en við. Okkar vopn eru grunngildi Sjálfstæðisflokksins, sem eru eilíf og eiga alltaf við. Því stjórnmálabarátta barátta milli hugmynda og hugsjóna. Óvinir okkar eru ekki fólkið í vinstriflokkunum. Óvinir okkar eru ótti, öfund og illmælgi. Versti óvinurinn núna kannski vantrú á erindi flokksins, að við sættum okkur við að vinna eintóma varnarsigra. Okkar vopn eru frelsi, framtak, dugnaður, ráðdeild, jöfn tækifæri og samhugur með náunganum. Og við megum aldrei gleyma því sem Ronald Reagan orðaði svo vel, að frelsið aldrei nema einni kynslóð frá því að deyja út. Börnin okkar hafa það ekki í blóðinu. Það þarf að berjast fyrir því, verja það og rétta til þeirra til þess að þau geri slíkt hið sama. Grunngildin eru það sem sameinar okkur og því megum við aldrei gleyma. Þetta eru gildin sem hafa reynst Íslendingum vel í sjálfstæðisbaráttu okkar þjóðar, sem aldrei lýkur. Því þjóð eins og einstaklingar ekki frjáls nema hún sé efnahagslega sjálfstæð og sjálfbær á öllum sviðum. Og við gleymum oft að þakka þeim sem á undan gengu og eldri eru. Þau hafa auðvelda okkur og framtíða kynslóðum lífsbaráttuna. Og kæru vinir, það aldrei augljósara en nú, þegar hriktir í stoðum stórra efnahagsvelda vegna hás orkuverðs. Þá búum við að verkum eldri kynslóða og erum með græna, sjálfbæra, íslenska, ódýra orku. Og ég vil nota tækifærið núna og að biðja ykkur að standa upp og gefa þessu góða fólki sem við svo mikið að þakka gott klapp. Það eru tvær ástæður fyrir því að ég býð mig fram til formanns. Í fyrsta lagi finnst mér fylgi flokksins óásættanlegt og í öðru lagi, og þetta tengist, finnst mér að við tapa samtalinu við hinn almenna flokksmann og þjóðin í heild. Og Bjarni Benediktsson gerði það mjög vel í gær að fara yfir góða stöðu Íslands á þessum fundi. Hér eitt mesta velmeguna samfélagi heims. Hér lífskjörin best og jafnrétti og jöfnuður mestur. Ég velti því þá fyrir mér, kæru félagar, af hverju þá staða flokksins ekki betur en hún Hvað það við ásýnd flokksins sem fælir kjósendur og nýja fylgismenn frá? Við vitum að það ekki sjálfstæðisstefnan. Við vitum að það ekki stórgóður árangur okkar og mark okkar í íslenskt samfélag sem fælir fólk frá. Af hverju heldur áfram að fækka í hópi stoltra sjálfstæðismanna? Af hverju nýliðun ekki meiri? Við verðum að ræða þessa áskorun sem við stöndum frammi fyrir. Ég segi við ykkur hér, við verðum að geta tekist á, rætt málin, þora að segja okkar skoðun, sérstaklega þegar við erum ósammála. Það lýðræðið, það sjálfstæðisflokkurinn. En ef við stöndum saman, þegar það skiptir máli, þá sigrum við. Á mínu æskuheimili í Borgarnesi voru ráðdeild og dugnaður og framtakssemi í hávegum höfð. Einmitt gildin sem liggja til grundvallar sjálfstæðisstefnunni. Áherslan var ekki bara á ráðdeild heima fyrir. Mamma var ekki kát þegar hún svo stjórnmálamenn fara illa með opinbert fé. En stundum gat það gengið of langt. Pabbi var yfirlögregluþjónn og þurfti eðlilega að vera innan fjárheimilda eins og aðrir.
og einhvern tímann þegar hann átti að vera nætuvakt yfir manni sem átti að vera í fangaklefa þá ákvað hann að taka hann heim og láta hann gista í gistiherbergjunum. Og daginn eftir borðaði þessi ólánsami maður morgunmat með fjölskyldunni sallarólegur. En bara svo að það sé alveg á hreinu að móður mín sá til þess að þetta sparnaráð var aldrei notað aftur. Og ég trúi því að þessi gildi okkar sjálfstæðisfólks eigi miklu meiri hljómgrunn meðal þjóðarinnar en núverandi fylgi flokksins segir til um. Ég vil snúa vörn í sókn og finna samhljóminn með gildum sjálfstæðisflokksins og gildum Íslendinga. Að alast upp í Borgarnesi hafði án efa áhrif á það að ég gekk kornungur til þessi sjálfstæðisflokki. Sambandi sáluga var alltumlíkjandi í bæjarfélaginu og barði niður á hörku alla nýsköpun einstaklinga sem það taldi verið í samkeppni við sig, sem var nokkurn veginn allt. Því var stýrt af þröngum hópi fólks, eins konar elítu, og á því stjórnarfari hafði ég og hef eðlislæga óbeit. Sjálfstæðisflokkurinn aftur á móti vegsemaði frelsi og framtak, talaði fyrir samfélagi þar sem allir óháð þjóðfélagsstöðu og fjölskylduhag gátu látið til sín taka og höfðu jöfn tækifæri. Sú sýn hugnaðist mér vel sem ungu manni og hugnast mér vel nú. Sjálfstæðisflokkurinn og á alltaf að vera fjöldahreyfing og má aldrei verða einkaklúbbur útvalinna. Fjöldaflokkur miklu merkilegra fyrirbæri en margir átta sig á. Þeir sem stofnuðu Sjálfstæðisflokkinn lögðu áherslu á stétt með stétt, ekki bara vegna þess það sem okkur finnst vera augljóst að það hagur launþega að atvinnulífinu gangi vel og það hagur atvinnulífsins að launþegar hafi það sem best. Heldur snýst þetta líka að breiður hópi fólks starfi saman innan flokksins og að allir þjóðfélagshópar hafi það rödd, að við hlustum á fólki okkar. Og Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið nánast samfellt í ríkisstjórn frá árinu 1991. Meiri hluta þess tíma hafa formenn Sjálfstæðisflokksins reyndar stýrt ríkisstjórnum í embætti forsætisráðherra. Og ég man ekki til þess að þessu fyrrum formenn flokksins hafi skýlt sér bakvið embættisskyldur sínar í ráðuneytinu þegar kom að því að efla og styrkja starf Sjálfstæðisflokksins. Heldur þvert á móti sinntu hvoru tveggja jöfnum höndum með glæsibrag. Ég byrjaði að berjast fyrir hugsjónir Sjálfstæðisflokksins í Verði, félagi ungra sjálfstæðismanna á Akureyri, fyrir meira en 35 árum. Það varð ekki aftur snúið og hingað ég komin á landsfund Sjálfstæðisflokksins þar sem flokksmenn hafa valdið, þar sem þið veitið okkur umboð og leggið línurnar. Við vitum að það þarf breytingar og einhverjir hafa haldið því fram að andstæðingar okkar í stjórnmálum eigi að ráða því hver sé formaður Sjálfstæðisflokksins. En höfum það alveg á hreinu. Það eru þið, ágætu landsfundarfulltrúar, sem ráði því hver verður næsti formaður Sjálfstæðisflokksins. Og kæru vinir, núna rétti tíminn fyrir breytingar. Við megum engan tíma missa. Ekki eftir hálft ár, ekki eftir 3 ár, ekki bráðum, heldur núna. Og kæru félagar, það skiptir máli hvort Sjálfstæðisflokkurinn við stjórn eða ekki. Þegar við heyrum í dag fréttir af áformum meirihlutans í Reykjavíkurborg að hækka skatta á fasteignaeigendur í borginni 20% næsta ári, þá söknum við öll þess tíma ennþá meira þegar Sjálfstæðisflokkurinn stjórnaði borginni. En eru við trúverðug þegar kemur opinberum útgjöldum og skottum? Ég ætla ekki að standa hér og segja að undanfarinn áratug hafi allt verið ómögulegt í ríkisrekstrinum. Því fer fjarri lagi. Það alveg rétt
að við höfum tekið mörg umbótaskref í opinberum fjármálum. Ég verð hins vegar að segja að allra síðustu ár finnst mér botninn dálítið hafa fallið úr okkar erindi þegar kemur að ráðdeild í ríkisrekstri. Eða eigum við ekki að leggja við hlustir þegar samtök atvinnulífsins benda á að aukin ríkisútgjöld sé líkleg til að valda aukinni verðbólgu, þegar verðbólga núna í hátt í 10%. Ekki tilefni til að grípa til aðgerða þegar viðskiptaráð líkir fulltrúi ríkissjóðs við brennivarg sem hellir bensín á verðbólgubálið. Og samkvæmt greiningu Byggðastofnunar fjölgaði stöðugildi hjá ríkinu 1300 í fyrra. Það svipaður fjöldi og hér í salnum. Og auðvitað viljum við öll hafa hæfileikaríkt og öflugt fólk að störfum fyrir ríkið. En maður hlýtur að spyrja, þegar þróun svona hröð og svona ýkt, af hverju þetta gerast á okkar vakt? Og ráðdeildin ekki einungis góð til skattalækkana, heldur hún nauðsynleg til að við getum mætt þeim margvíslegu áskorunum sem fylgja því að íslenskt samfélag að eldast. Það eru auðvitað gleðifréttir, að við lifum lengur, en því munu óhjákvæmilega fylgja kröfur aukið ríkisútgjöld. Og við viljum gera vel við þetta fólk, kynslóðirnar sem byggðu upp Ísland. Við höfum hagað skattamálum þannig að það ómögulegt að hækka skatta til að mæta þeirri útgjaldaþörf. Og það auk þess staðreynd að þrátt fyrir búum sem sannarlega í velmegunarríki að fátækt þrífst enn hér á landi, og ég vil segja að hún blettur á íslensku samfélagi. Það eitthvað sem við sjálfstæðisfólk þurfum að beita okkur gegn með skýrari hætti. Þar kjarnast líka hið gamalkunna slagorð stétt með stétt. Peningarnir sem samborgar okkar trú okkur fyrir eiga að renna þangað sem þörfin mest. Þörfin ekki mest hjá millistjórnendum í skrifstofustörfum hjá hinu opinbera, heldur hjá skjólstæðingum Tryggingastofnunar, öryrkjum og eldri borgurum og hjá láglaunafólki. Kjarni máls þessi, við sjálfstæðisfólk erum einu vinir skattgreiðenda og við eigum að vera vinir í raun. Styrktarmannakerfið, kæra sjálfstæðisfólk, var á árum árum lykilatriði í starfsemi flokksins. Það hvatti okkur til að vera í talsambandi við fólk og fyrirtæki, og hver upphæð væri sjálfs ekki há, en það safnast þegar saman kemur. Og það sem var kannski mikilvægast eftir á að hyggja var þetta samtal sem flokkurinn átti við fólk og fyrirtæki. Í dag treysti flokkurinn í mun minna mæli á þetta samtal, enda fóru stjórnmálaflokkar að stærstu hluta framfærslu ríkisins á okkar vakt. Styrktarmannakerfi bara eitt lítið dæmi það hvernig efla má starf flokksins. Einhverjir hafa reynt að halda því fram að fylgi flokksins sé einfaldlega utanaðkomandi stærð, að það komi nánast af himnum á hann, að flokkakerfi sé bara breytt og ekkert að gera við slæmi gengi. Markmiðin smækka með hverju árinu og hverjum varnarsigrum. Ég efast að Framsóknarflokkurinn sem vann stórsigur í síðustu kosningu kaupi þessar kenningar og höfum það alveg á hreinu, kæru vinir. Ef hægt að gera Ásmund Einar Daðason, minn, hipp og kúl í Reykjavík, þá allt hægt. Sá málflutningur, kæri vinir, að ekkert sé hægt að gera við fylgistjólunum, finnst mér ekki samfærandi. Ég minnist þess ég tók við heilbrigðisráðuneytinu og það fyrsta sem ég sagði, ég vil stytta biðlista, að þá stóð ekki á svörum. Þetta var ekki hægt. Langir biðlistar voru eingöngu eins konar náttúrulögmál. Ég gerði það samt. Og þegar ég kom í utanríkisráðuneytið var mér sagt að það var ekki hægt að fækka sendiráðum og sendiherrum. Ég gerði það samt. Og þegar ég kom í umhverfisráðuneytið var mér sagt að það var ekki hægt að klára rammaáætlun í þinginu með Vinstri grænum í ríkisstjórn. Ég gerði það samt og að sama skapi tek ég ekki þann málflutning að það sé ekki hægt að vinna Sjálfstæðisflokknum auki fylgi. Við munum gera það samt og tækifærið núna.
Leiðtogi verður að hafa sýn og til að framkvæma hana verður hann að halda vel utan fólkið sitt. Fólk finnur hvatningu þegar það finnur að þér ekki sama. Ég hef þá sýn að við þurfum að vinna flokknum auki fylgi með því að efla flokksstarfið. Til að ná árangri þarf að vinna útfærslur og áætlanir með fólkinu í flokknum. Ef við ætlum að ná árangri á Austfjörðum eða Vestfjörðum, svo dæmi sé tekið, þá gerum við ekki öðruvísi heldur en tala við fólkið á þessum svæðum. Við erum ekki að segja þessu glæsilega unga fólki sem hér komi á landsfundin hvernig þau ná árangri. Við þurfum að ræða við þau og styðja þau, efla eins og við getum. Og þetta auðvitað við allstaðar. Og sem formaður Sjálfstæðisflokksins mun ég hefjast handa þegar í stað við milliliðalaust samtal við flokksmenn allt land. Þið þekki mig. Ég hef á mínu ferli ferðast allt land til að tala við Sjálfstæðisfólk. Mínar dyr standa alltaf opnar. Og ég veit hvernig Sjálfstæðisflokk ég vil sjá. Ég vil sjá Sjálfstæðisflokk þar sem mikil nýliðun þvert á kjördæmi og sveitarfélög. Ég vil sjá valddreifan flokk en ekki miðstýran. Ég mun dreifa fjármagni flokksins þangað sem fólki út í kjördæmaráða, fulltrúaráða og almennra sjálfstæðisfélaga. Ég vil sjá Sjálfstæðisflokk sem endurheimtir gamla félaga sem hafa því miður og margir horfið frá okkur á undanförnum árum og ég sakna hérna úr salnum. Ég vil sjá flokk sem ræktar grunngildi sjálfstæðisstefnar af alúð og stendur við það sem hann segir. Ég vil sjá Sjálfstæðisflokk sem í góðu og miklu sambandi við flokksfélaga og nýtur til fulls okkar helstu auðlind, fólkið sem starfar í sveitarstjórnum landið kring. Sjálfstæðisflokk þar sem stór hluti landsmanna á geta fundið aftur heimili fyrir sínar skoðanir og sannfæringu. Ég vil sjá Valhöll sem virkar. Ég vil sjá Valhöll víða. Hún á ekki bara að vera bundin við póstnúmer 105. Hún þarf að vera út í kjördæmanum, nálægt fólkinu. Valhöll á að þjónusta grasrótina og allt það fólk sem leggur flokknum lið í bæjum, sveitum og borg. Ég vil sjá forystu flokksins sem gerir allt sem í hennar valdi stendur til að sætta menn og sjónarmið innan flokks, draga úr spennu og átökum til að koma í veg fyrir klofning, sem við höfum séð allt og mörg nýleg dæmi. Traust bönd sjálfstæðisstefnar eiga að vera yfirsterkari þeim málum sem sundra okkur og við sem veljumst í forystuhlutverk verðum að vera óþreytandi á að minna á þá staðreynd. Og ég vil sjá fleira sjálfstæðisfólk sem stolt af því að tilheyra flokknum, óhrætt við að taka umræðina á kaffistofunni. Þessi sýn raungerist ekki á einni nóttu. Fylgið í mínum huga birtingamynd djúpstæðri vanda í okkar flokksstarfi og það þarf að eiga sér stað hugarfarsbreyting svo við getum snúið vörn í sókn. Það meðal annars þess vegna sem ég býð mig fram núna en ekki eftir nokkur ár. Því ég trúi því af öllu hjarta að við þurfum að hefjast handa, ekki bráðum, heldur núna. Það engin einn hlutur sem dugar að breyta til að hefja sókn á ný. Heldur snýst þetta það að gera breytingar á starfi flokksins þvert yfir línuna. Við Sjálfstæðisfólk eigum ekki að vera hrædd við breytingar. Við verðum að hafa skýra sýn og grípa til aðgerða til að brjótast út úr spennitreyju, lítilla væntinga og sækja fram. Núna tækifærið. Og kæra Sjálfstæðisfólk, annað leiðarstef Sjálfstæðisstefnar, dugnaðurinn og framtakið samofið íslenskri þjóðarvitund. Við skulum hafa það alveg á hreinu að án Sjálfstæðisflokksins liti Ísland ekki út eins og gerir í dag. Áhrif okkar á íslenska þjóðfélagsþróun hefur ráðið mestu að Íslendingum tókst með framtaki einstaklingana að tryggja einn bestu lífskjör í heimi. Þrátt fyrir að vera bláfátæk þegar Ísland fékk sjálfstæði. Hér í salnum
fólk af þeim kynslóðum sem byggðu upp Ísland og við sem yngri eigum ykkar lífskjör ykkur að þakka. Við erum talað kynslóðu fólks þar sem flestir sinntu 2, ef ekki 3 störfum, voru formin húsfélaga, íþróttafélaga, skátahöfðingjar og grasrótarleiðtogar og allt á með þeir ólu upp 4, 5, 6 börn og byggði sér þak yfir höfuð. Þannig var Ísland byggt með framtakssemi og dugnaði kynslóða sem vildi sanna að Ísland gæti staðið frjálst og fullvalda. Þar stóð Sjálfstæðisflokkurinn í fararbroddi og vísaði veginn. Þetta eigum við að taka okkur til fyrirmyndar í öllu okkar starfi. Kæru vinir, okkar ágæti fyrrverandi formaður Davíð Oddsson sagði að velferðarkerfið ætti að vera öryggisnet til að grípa fólk en ekki síldarnót til að festa það í. Að sama skapi má segja að regluverkið þurfa að vera vegvísir en ekki umferðarhnútur eins og þau gerast bestir hjá Degi B. Eggertssyni. Og regluverkið gerir það til dæmis allt og dýrt og snúið að stofna og reka fyrirtæki. Við eigum að ýta undir sjálfstæðan atvinnurekstur og það gerum við einna best með því að einfalda regluverkið. Ég veit að þið sem eru hér inni með eigin rekstur þekki það og taki undir það. Og bara svo taki eitt dæmi, á hverju svona flókið fyrir bændur að selja sína vöru beint til neytenda. En það hægt að nefna endalaust dæmi. Og það mikið verk að vinna að leysa reglugerðarembinhnútinn. En það vel hægt ef viljinn fyrir hendi. Þannig leysum við dugnað og framtak og einstaklingana og fyrirtækja úr læðingi. En kæru vinir, ég hef notið þeirra lukku að vera giftur henni Ágústu minni í býsna mörg ár. Þolinmæði hennar og elja aðdáunarverð. Ekki bara og ekki síst að hún gift mér, heldur líka vegna hún frumkvöðull í sínum atvinnurekstri. Og gegnum hana hef ég fylgst með því sem sjálfstæðir atvinnurekendur þurfa að takast á við dagsdaglega. Árið 1986 byrjuðu hún og Jóna Ben að kenna fólki eitthvað sem hét aerobik, sem enginn vissi hvað var. Það byrjuðu með 2 hendutómar og byggðu svo fyrirtæki með þrotlausi vinnu og með því að taka áhættu og fylgja því sem þær trúðu á. Mamma mín var líka sjálfstæður atvinnurekandi þótt hennar rekstur væri minn í sniðum. Og þannig hafa konurnar í mínu lífi kannski einna helst haldið að með grunngildum okkar, ráðdeild, dugnaði, ábyrgð og framtakssemi. Og í íslenskri verkalýðshreyfingu eru núna hörð átök og mér finnst athyglisvert að þar kveður sér til hljóðs fólk sem tala niður stéttarsamvinnu og telur hana af hinu illa. Ég hef hins vegar aldrei verið sannfærður nú að samvinna ólíka stétta og hópa á grundvelli okkar lífsskilda það sem skila Íslandi fram á veginn og varða leiðina til betri lífskjara. Staðan í flokknum okkar hins vegar sú að fylgi tekjulægri hópa við okkur í sögulegu lágmarki. Við höfum misst trúverðugleika hjá ákveðnum hópum sem samsannar sér ekki ímynd flokksins. Þessu þarf að breyta strax. Annars óttast ég að við glötum þessu kjósendum fyrir fullt og allt. Og ég hef verið spurður af því af hverju ég ekki beðið með að gefa kost á mér í formannsembættið þangað til eftir 2 ár, þegar stutt væri kosningar. Mitt svar við því að það eru alltaf að koma kosningar. 3 ár eru stuttutími og við verðum að vinna í okkar málum og styrkja liðsheildina. Nokkrir mánuðir hins vegar allt of stuttutími til að kynna breytta forystu og vinna með fólkinu í flokknum með breyttum áherslum og auknu fylgi. Það hefur líka verið nefnt að Sjálfstæðisflokkurinn sé í miðjum stórum verkefnum. Það líka einmitt þess vegna sem ég tel rétta tímapunkti vera núna. Ég vil efla samtali við grasrótina í flokknum að þau stóru verkefni og
og hvað við komið að borðinu ásamt samstarfsflokkum okkar í ríkisstjórninni til að leysa úr þeim. Þetta samtal þurfum við að eiga bæði oftar og við fleiri. Og við Sjálfstæðisfólk megum aldrei láta óttastjórnmálin ná tökum á okkur. Við megum ekki óttast breytingar. Þau systkini, ótti og öfund eiga heima í öðrum flokkum. Við Sjálfstæðisfólk höfum eigin örlög í okkar höndum jafnt nú sem á endranær. Við létum ekki óttan ráða för þegar við gengum í NATO. Við létum ekki óttan ráða för við uppbyggingu sjálfbærs orkukerfis og við létum ekki óttan ráða för þegar við innleiddum mannréttindaákvæði í stjórnarskrá eða þegar við gengum inn í ES. Öll stærstu skrefin í stjórnmálasögu Íslands síðan var sjálfstætt ríki hafa verið tekin með óhræddan Sjálfstæðisflokk í fararbroddi. Kæru félagar, þið geti valið ykkur við að sætta ykkur við stöðu flokksins og valið óbreytt ástand. Ég vil verða formaður Sjálfstæðisflokksins því ég trúi því af öllum mætti að við getum endurheimt fyrri styrk, að við getum virkjað með okkur fleira fólk, staðið þétt saman, landi og þjóð til heilla, með grunngildi flokksins í fyrirrúmi. Og kæru vinir, Sjálfstæðisflokkurinn er einfaldlega of mikilvægur fyrir þjóðina til að leyfa sér litla drauma. Stöndum saman, sýnum hugrekki, verum óhrædd við breytingar og náum fyrri styrk á ný. Við þökkum Guðlaugi Þór Þórðarsyni fyrir. Þá tekur næstur til máls Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins. Kæru vinir, góðu félagar, við höfum öll fundið fyrir því að það er skemmtilegt að vera í Sjálfstæðisflokknum. Og takk fyrir síðastið sem ég náði að heimsækja í kjördæmapartíinu í gær. Það var greinilega mikið stuð, vonandi allir búin að jafna sig. Það er nefnilega ekkert sem að jafnast á við það að koma saman og við finnum það svo sterkt að við söknum þess að hafa ekki getað komið saman í allt of langan tíma. En það er þetta samtal kjörinna fulltrúa og fólksins í flokknum sem drífur mig áfram. Langt umfram nokkuð annað sem að veitir mér styrk. Ég hef alltaf sótt orku í samskipti við ykkur, við fólkið í flokknum og við fólkið í landinu. Og það var nú þannig að sumar góðar hugmyndir koma þegar ég er laus úr amstri dagsins og komin heim og þá læt ég stundum renni í bað. Þarf ekki að hafa áhyggjur af því hvað það kostar, eins og sumir í Evrópu í dag. Og þá fékk ég þessa hugmynd að við skildum kannski að við ættum að geta þétt raðirnar og við skildum ráðast í það verkefni sem aldrei hefur verið farið í áður, að safna öllum þingflokknum saman og fara í kjördæmavikunni öll saman út allt land. Ég vil þakka ykkur fyrir frábærar móttökur sem við höfum fengið þegar við höfum farið í þessar ferðir.
en því miður þá féllu þær niður í fyrra, en við fórum aftur í vor og með ágætis árangri í 2 leiðangrum þá náðum við að snerta allt landið með því að fara í sikkur áttina og mæta síðan fyrir norðan. Ég hef alltaf viljað hafa það þannig að við stæðum ekki eins og ég geri hér yfir ykkur. Við eigum ekki að standa yfir fólki og segja því hvernig samfélagið á að vera. Við þurfum að setjast niður með fólki og það gerðum við í hringferðinni, eins og þið vonandi munið sem að tóku þátt, settumst niður, áttum spjall saman og við tókum með okkur alveg ofboðslega góðar minningar en líka góðar hugmyndir og við unnum úr því þegar við komum tilbaka og við höfum eins og þið vitið farið nokkru sinnum og þetta er nú eina betri hugmyndunum sem ég hef fengið í baði. Þegar við vorum á ferðinni í vor þá auðvitað fundum við fyrir því að sumstar var á brattan að sækja og við þurftum að virkilega leggja okkur öll fram. Við vildum koma til þess að veita ykkur styrk og þó að þessar kosningar hafi sumstaðar verið erfiðar þá skulum við ekki gleyma því að við unnum líka marga mjög stóra sigra. Má ég nefna Ölfus, má ég nefna mjög skemmtilegan sigur í Hrunamannahreppi, Árborg með glæsilega niðurstöðu. Auðvitað get ég haldið áfram að telja upp góð dæmi en niðurstaðan er alveg skýr. Við þurfum ekkert að vera neitt í vörn vegna þess að við erum yfirburða stærsti flokkurinn á sveitarstjórnarstiginu og við erum í sókn. Og það sem var gaman að sjá var að við erum líka að endurnýja okkur. Við erum stöðugt að draga til okkar nýtt ungt fólk og þetta fólk sást á framboðslistum okkar og margt af því er nú þegar orðnir sveitarstjórnarfulltrúar fyrir okkur og farin að vinna þjóðinni og nærsamfélaginu mikið gagn. Því Sjálfstæðisflokkurinn er eina alvöru fjöldahreyfingin í íslenskum stjórnmálum. Þingmennirnir okkar, sveitarstjórnarfólkið okkar og þið öll sem eruð hér inni, allt þetta fólk á alveg ofboðslega mikið hrós skilið fyrir vinnuna sem var unnin í vor. En kæru vinir, þó við séum hérna komin og hingað komin saman til þess að ræða fyrst og fremst framtíðina, þá langar mig að taka ykkur aðeins aftur í tímann. Og við erum stödd á árinu 2010. Það voru mikil mótmæli alltaf fyrir utan Alþingishúsið, taktfast mótmæli. Þetta var svona hljóðið sem við heyrðum þegar við vorum inn í þinghúsinu. Og í þetta skiptið var þingsetning. Og eins og vani er þá förum við til Dómkirkjunnar, flest okkar, fyrir þingsetninguna og við erum komið þar inn og þessi mikli drumbusláttur hafi dunið á okkur og reyndar tómata, eggjakast. Einn þingmaður fyrir fram að mig féll í götuna undan eggi sem að hitta hann fyrir í gagnauga og við sitjum inn í kirkjunni og þessi ótrúlega atburður á sér stað þar sem að er eitthvað sem enginn getur gleymt í raun og veru. Það sem kemur steinn í gegnum kirkjuglerið, brýtur hrúðuna og rúllar eftir kirkjugólfinu fyrir framan okkur. Og þetta er bara eitthvað sem að auðvitað maður á ekki vona og var einhvers konar botn. Þetta var botn fyrir mér á öllu því sem hafði gengið á. Þetta voru hrikalegir erfiðir tímar, það var snemma boðið til kosninga, öll þessi mótmæli og reiði í samfélaginu. Ég veit hvað ég er að tala um. En þar sem ég satt þarna, þá hugsaði ég með mér, þetta verður bara einfaldlega að vera lágpunkturinn á því sem að gengur hérna á. Við verðum einhvern veginn að finna leiðina upp úr þessu. Og þið munið hver staðan var. Við vorum í gjaldeyrishöftum, við vorum í efnahagsaðstoð hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Vextir Seðlabankans höfðu farið upp í 18%. Skuldir heimilanna voru hrikalegt verkefni. Atvinnuleysi mikið.
Við vorum komin í mikinn halla á ríkissjóði, þurftum að leita, meira að segja að vinaþjóðir okkar voru efins að lána okkur peninga. En þetta atvik er atvik sem ég get ekki gleymt. Og maður fór að leita svara og eitt svarið kom mjög snemma. Það var þegar Geir H. Haarde var spurður: hvernig eigum við eiginlega að vinna okkur út úr þessu? Og hann svaraði: það er einfalt. Framleiða, framleiða, framleiða. Og var að vísa til þess að við þyrftum bara að endurheimta störf, koma hagkerfinu aftur í gang, þá myndum við hafa efni á því að veita góða opinbera þjónustu og þegar fólk fær vinnu, þá lagast heimilisreksturinn og svo framvegis. Framleiða, framleiða, framleiða. Og þetta er kjarni málsins. Við þurftum einfaldlega að vinna okkur út úr þessu. Og það þurfti að treysta á fólk og framtakssemi þess. Það voru stærstu mistök vinstri stjórnarinnar sem þá réð. Treysti ekki á fólk og framtakssemi fólks. Leysti ekki úr skuldavanda heimilana, svo dæmi sér tekið. Og við tókum á því þegar við komumst í ríkisstjórn 2013. Og svo stöndum við hér saman og við tölum fyrirmyndarsamfélagið. Við tölum það að við stöndum fremst meðal þjóða. Hafið þetta í huga næst þegar að útlitið er dökkt, að ef við bara treystum á fólk, tökum góðar ákvarðanir sem staflast upp hver ofan á aðra, að þá mun samfélaginu öllu miða vel áfram. Og í sjálfu sér þegar við erum að tala fylgi flokksins, þá þurfum við bara að beita nákvæmlega sama verklaginu. Hafa trú á okkur sjálfum, aldrei gefa eftir, mæta til leiks, taka þátt í umræðinni, vinna hvern sigurinn eftir öðrum og smám saman þá munu hlutirnir fara að ganga með okkur. Ég er algjörlega sannfærður það. Og sko, þetta er ekkert alltaf auðvelt. Ég get sagt það við ykkur hér alveg í fyllstu einlægni. Það er ekkert alltaf auðvelt að standa með storminn í fangið. Og ég var að vísa hér til þess að margt sveitarstjórnarfólk hefði fundist það dálítið erfitt í vor og við fundum fyrir því. Við verðum alltaf að standa í lappirnar. Við verðum alltaf að mæta til leiks. Við verðum alls ekki að biðja þetta sé auðvelt. Það var aldrei að biðja þetta sé auðvelt. Við viljum vera fyrirmyndir í samfélaginu. Við þurfum að standa upp og sýna hugrekki þegar að móti blæs. Og það þarf alltaf að standa með sannfæringu sinni, eins og ég fór yfir hér í gær. Mörg voru nú á nægileg tilefnin til þess að efast. Ætla sé hægt að vinna bug á efnahagskrísunni á þess að gangi í Evrópusambandið og taka upp evru. Þetta dundi á okkur. En við stóðum í lappirnar. Ætla sé hægt að losa gjaldeyrishöftin á þess að láta kröfuhafana hafa alla peningana. Jú, það þurfti bara að hafa trú á verkefninu. Og ef það er einhver flokkur sem hefur þetta erfðaefni í sér, að standa í lappirnar og láta ekki beygja sig, þá er það Sjálfstæðisflokkurinn. Og já, ég trúi því að það sé engin önnur leið betri en að gera nákvæmlega þetta, gefast aldrei upp, leitað árangri fyrir samfélagið, finna leiðir til þess að sýna fólki að við erum bara í þessu fyrir árangur í þess þágu. Við erum aldrei að leita auðveldu leiðinni. En svo að það sé nú sagt, þá er það að vera formaður. Þetta er nú engin tómur táradalur, það er nú ekki þannig. Ég er ekki alltaf með storminn í fanginu, alls ekki. Þetta eru forréttindi að fá að leiða svona stórt og merkilegt stjórnmálaafl, langstærsta flokkin í landinu. Og þetta er það skemmtilegasta sem ég hef gert. Ég bara segi það nákvæmlega eins og það er. Þetta er gefandi, augrandi, ofboðslega þroskandi. Að hlusta eftir öllum þessum ólíku viðfangsefnum sem fólk er að glíma við. Sama hvort það eru einyrkjar, fyrirtæki, fólk af ólíkum landshlutum, í ólíkum hlutverkum. Það kemur ýmislegt upp á í lífinu, ekki satt. Fólk veikist, ættingjar veikjast, nákomnir.
ýmislegt sem getur gerst. Það er ekkert eins froskandi eins og að fá að vera í eldlínunni, taka á móti þessum skilaboðum og finna leiðir til þess að leysa það. En þó þessi gefandi, þá er þetta vissulega ekkert hlutastarf, þetta er eiginlega hlutverk. Þú þarft að hafa köllun til þess að sinna þessu verkefni og það er algjört aðalatriði að hafa metnað. Metnað fyrir verkefninu á réttum forsendum, hafa metnað fyrir framtíðinni, framtíðarkynslóðum landsins. Því, það er alveg hægt að kenna ýmislegt, það er hægt að sækja sér þekkingu með því að fara á námskeið eða fara í skóla og stundum finnst manni að þessir sérfræðingar sem tala fyrir Samfylkinguna og eru fastagestir í fréttatímum á Ríkisútvarpinu, margir þeirra einhvern veginn hafa lesið í einhverju bók, flesta svörum við öllu. En án þekkingu, án reynslu, án þess að vera í samtali við fólk sem býr í alvöru samfélagi en er ekki bara einhver setning í bók, þá getur þetta verið dálítið flóknara. Þekking án reynslu, bókvit sem aldrei hefur verið hert í eldi reynslunar, er ekki bara gagglítið, það getur hreinlega reynst hættulegt. Einn góður fræðimaður sagði, ef þið gerið ekki þetta, þá verðið þið Kúba norðursins. Eflaust upp úr einhverju bók. Og ég stend nú einfaldlega hér fyrir framan ykkur í dag, kæru vinir, með þá þekkingu sem að ég hef og fyrst og fremst þá reynslu sem ég hef aflað mér í mínum störfum fyrir ykkur, fyrir flokkinn, landið. Það er á öllum þessum forsendum sem að ég sækist eftir því að fá að halda áfram sem formaður. Að vera formaður í Sjálfstæðisflokknum er alveg einstakt verkefni eins og ég er hér að reyna að draga fram. Það er ekki einungis eins konar tækifæri lífsins til þess að hafa áhrif á samfélagið, að búa til jarðveg fyrir fólk til að blómstra, til að skapa, fyrir rekstur til að skapa verðmæti. Það er bara alveg einstakt að starfa fyrir ykkur, fyrir Sjálfstæðisfólk. Það er þessi rosalega breidd sem við finnum öll fyrir hér. Þessi samhendi en fjölbreytti hópur allt land. Og já, það er þannig að ég held að allir aðrir flokkar öfund okkur af því. Þeir öfund okkur af þessari samkomu hér. Þeir öfund okkur af sögunni og vilja margir hverjir halda að það sé hægt að ljósrita flokkinn og búa til nýjan alveg eins, en það er bara því miður ekki hægt. Og ég tek undir með öllum þeim sem að segja að við getum vel tekist á. Svo sannarlega. Ég man nú eftir einhverjum af fyrstu fundunum mínum á landsfundi, þá kom maður inn í tróðfullan sal þar sem var verið að takast á sjávarútvegsmál eins og dæmi sem tekið. Ég man einu sinni eftir að hafa verið í sal þar sem ég hélt að væru 300 manns og það var erfitt að stýra þeim fundi, en menn komu sáttir frá við skulum segja miklu grundvallar máli og oft á tíðum erfiðu máli til þess að komast að sameiginlegri niðurstöðum. En þetta hefur við gert aftur og aftur. Við komum alltaf sameinuð þegar allir fá að segja sína skoðun og við leiðum málin með lýðræðislegum hætti til lykta. Þetta er styrkur sem að við megum aldrei tapa. Við höfum nefnilega látið aðra flokkum opinber átök, hamagang og vesinn, flokka sem að geta varla séð hurð á þessa skellinni. Og talandi slíka flokka, ég eiginlega vorkenni Samfylkingarfólki í alvörunni. Það hlýtur að vera alveg ömurleg reynsla að dveljast alla daga í eins konar pólitískum bergmálshelli. Rífast þar við eigið bergmál og óttast ekkert meira en að hafa skoðun sem gæti orðið óvinsæl á Twitter. Þá er dagurinn bara ónýtur. Hugsið ykkur þessa tilveru að vera hrædd við eigin pólitíska skugga allan daginn, skelfingu lostin. Og talandi undarlegheit, svei mér þá.
Stundum veit maður ekki hvort maður á að hlæja eða gráta. En hvað á maður að segja þegar þingmaður, Píratinn Björn Leví, leggur að jöfnu baráttu sína fyrir því að vera á sokkaleistunum í þingsal og kvenfrelsisbaráttu í Íran? Og talandi meira þann mann, hvað á það að þýða að eyða peningum skattgreiðenda í að senda 430 skriflegar fyrirspurnir á ráðuneytin? Meðal annars það, hvað er klukkan? Já, ég er líklega að gera honum allt og hátt undir höfuðið hérna. Hann spurði líka hvað er langt frá þinghúsinu til tungsins. En við skulum passa okkur, þótt að það sé erfitt að taka þessu fólki alvarlega, að þá er það þannig að þessu fólki er fúlasta alvara að vilja taka völdin í landinu. Og það þurfum við að koma í veg fyrir. Við þurfum að gera það. Því annars gæti farið jafn illa fyrir og við höfum séð til dæmis í Reykjavík. Kæru vinir, auðvitað finn ég fyrir því iðulega að andstæðingar mínir bíða eftir að ég hætti. Það er bara eitthvað annað. Stundum finnst mér að segja að heilu fjölmiðlarnir ganga út á það, svei mér þá. Ég hef tekið tímabil þar sem ég hugsaði, já, heyrðu, ég þarf bara að svara hverju einustu spurningu. Og ég ætla bara alveg að umvefja þennan blaðamenn. Ég ætla bara bregðast alltaf jákvætt við, ef ég bara er nógu jákvæður og sýni fram á að ég bara er alltaf málefnalegur, að þá hlýtur viðkomandi að svona fara átt að segja á því að ég er nú bara að svara satt og rétt. En ég hef gefist upp á mörgum slíkum blaðamannum. Og stundum finnst mér heilu fjölmiðlarnir gerðir út til þess að koma á framfæri við landsmenn einhverju skoðun sem er kannski andstæð okkar. Menna að það dylst varla neinum að Fréttablaðið er í áróðri fyrir inngöngu í Evrópusambandið. Það er bara þannig. Menn þurfa að átta sig á því. Og þegar að menn hafa eitthvað svona málstað sem er bara, vélinn á bakvið þetta allt saman, drifkrafturinn, hugsjónin á bakvið allt saman, þá auðvitað finna menn leiðir til þess að reyna að grafa undan þeim sem eru á öndverðu meiði. Það er bara þannig. En ég skal bara segja ykkur eitt. Ég hef verið almennt mjög tortrygginn á það þegar að pólitískir andstæðingar hrósa mér. Og ég hugsa oft til þess þegar ég finn fyrir mótspyrnu, sérstaklega frá þessum sömu hópum, sem að Churchill sagði, já, áttu óvinni. Þá hlýtur að hafa staðið fyrir eitthvað tímann í lífinu. Þú verður að nenna því. Og það er allt reynt. Ég skil að það sé allt reynt. Ég skil að menn gera út heilu fjölmiðlana og blaðamennina. Ég skil vel að það séu jafnvel stofnaðir flokkar til þess að koma Sjálfstæðisflokknum frá völdum. Auðvitað er stjórnarandstaðan orðin hundleið á því að hafa Sjálfstæðisflokkinn í ríkisstjórn, en þau verða bara að fara að venjast þessu. Þjóðin prófaði vinstristjórn og ef við gefum okkar að venjulegt bóluefni endist svona í 12 mánuði, þá eru þau 4 bólusett fyrir vinstristjórn. Nú, mér hefur verið treyst fyrir þessu verkefni í langan tíma. Ég geri mig grein fyrir því. Ég hef setið síðan 2009 í formannsstólnum í Sjálfstæðisflokknum. Mér finnst þetta enn vera gríðarlega mikilvægt verkefni. Þetta hefur verið ótrúlegt ferðalag sem við, allir Sjálfstæðismenn, auðvitað öll þjóðin, hefur farið síðastliðin ár og það hafa bara verið forréttindi að fá að leiða.
Ég hef fengið ýmis verkefni í fangið á þessum tíma. Ég hef líka fengið að setja fullt af málum á dagskrá, afnám haftana, leiðréttinguna sem skipti verulegu máli, vindu ofan að skuldaklafanu sem hékk yfir okkur og börnunum okkar, stórfelldar skattalækkanir, þetta eru mál sem við höfum hrint í framkvæmd. Við vorum síðast að glíma við heimsfaraldur og ég hef komið að því að setja saman traustar og starfhæfar ríkisstjórnir. Það reyndar eru til dæmi annað og við höfum þurft að treysta á smáflokka eins og við gerðum 2017 sem að hrökklast frá leið og þessi frægi vindur kemur aðeins í fangið. En kjósendur auðvitað felldu dóm yfir þeim flokki sem enginn mann lengur hvað heitir og þar enginn þingmaður frá honum heldur á þinginu. Það bara þannig, þeir sem fara inn á vettvang stjórnmálana og nenna ekki að standa þar í báðar lappir þegar það gefur aðeins á bátinn, þegar menn þurfa að standa fyrir sínu máli, þeir eiga auðvitað ekkert að vera þar. Þeir eiga að fara í eitthvað allt annað eða eins og ég sagði daginn, það líka góð hugmynd að fá sér hund, hann alltaf þakklátur. Og talandi þakklæti, ég meina ég hef farið örugglega á 1000 fundum stjórnmál og ég hef mjög sjaldan verið spurður á því Bjarni, hvenær ætlar að fara að greiða niður meira af skuldum? Það endalausar hugmyndir það hvað við eigum að gera við peningana sem eru lausir, að verja þeim í ný útgjaldamál eða annað þess háttar. Eða eins og við öll viljum, draugum úr álögum. En það var ekkert blásið upp í kommentakerfunum eða á Twitter. Twitter fór ekki á hliðina þegar við smám saman greiddum upp 150 milljarða af ófjármögnuðum lífeyrisskuldbindingum undanfarin ár. Við gerðum það fyrir framtíðarkynslóðir í landinu. Ég vil ekki að við tökum út lífskjör í dag. Ég vil ekki að við séum svo freka hvert framtíðarkynslóðum að við krefjumst þess að fá hér betri opinbera þjónustu, hærri bótagreiðslur eða annað þess háttar ef við erum ekki að skapa verðmætin sem eiga að standa undir því. Mér finnst alveg fráleitt þegar fólk ætlast til þess að séu slegin lán bara til þess að við sem að núna erum hér á vinnumarkaði eða erum lifandi í dag getum tekið út þau lífsgæði sem okkur finnst að við eigum rétt á og svo bara látum við framtíðarkynslóðirnar taka þann reikning. Ég get ekki staðið fyrir slík stjórnmál, mun aldrei gera. Ég held við eigum áfram að tala þannig. Það ein lykilstærðin í því að viðhalda og auka traust á flokknum okkar að sýna við kvikum aldrei frá svona grundvallarmálum. Og þið skulu ekki halda að ég hafi ekki spurt mig þarna sem ég satt á kirkjubekknum árið. Ekki bara hvernig við getum unnið okkur út úr þessu, heldur líka hvað getum við gert til þess að endurheimta traust? Og það traust sem ég var með í huga var að sjálfsögðu traust á þinginu, traust á stjórnvöldum, traust á ríkisstjórn, traust á stofnunum ríkisins og traust á flokknum okkar. Og ég komst að niðurstöðu á þeim tíma og ég alltaf á þessari sömu skoðun en það verður ekki traust í samfélaginu ef stjórnvöld ekki að skila árangri fyrir fólki í landinu. Og það sem að Sjálfstæðisflokkurinn á alltaf að hafa augun á einfaldlega það að okkar stefna sé líkleg til þess að skila meiri árangri fyrir heimilin, fyrir okkur öll, alla landshluta. Við finnum fyrir því, þegar við göngum út í daginn, að við séum stolt af því að tilheyra þessu samfélagi. Vegna þess að við finnum að stjórnvöld að reyna að greiða götu okkar. Þau eru að reyna að finna leiðir til þess að við getum látið drauma okkar rætast. Það ekki verið að fara illa með fé, það verið að greiða götuna og tryggja að við öll getum blómstrað og verið frjáls. Og það má ekki misskilja mig þegar ég segi þetta, að auðvitað getum við líka gert margt í innra flokksstarfinu. Auðvitað getum við og eigum að finna leiðir til þess að tala þéttar saman, vera meiri í samtali, virkja alla þessa flottu einstaklinga sem að mynda flokkin okkar til þáttöku, hlusta, finna leiðir til þess að
ganga í takt við samfélagið. Ég held til dæmis að við áttum okkur öll á því að unga kynslóðin í dag, hún kannski treystir á annars konar miðla heldur en áður. Við þurfum að bregðast við því og við þurfum að eiga heiðarlegt samtal hvar sem og við höfum ekki að forðast átök. Við getum vel gert það. Ég er algjörlega sannfærður að þannig höfum við komist svona langt og þannig munum við leggja götuna inn í framtíðina. Aldrei kasta grunngildunum, ekki samþykkja Evrópusambandsaðild, jafnvel þótt að komi skoðanakönnun í Fréttablaðinu, ekki taka upp nýja stjórnarskrá, vegna þess að hún ekki vandamálið, hún ekki það sem mun leysa vanda heimilanna eða hjálpa til við að láta drauma rætast, enga símaskrá heldur nýja. Og við höfum aldrei bara yfir höfuð að elta neitt slíkt mál í þeim eina tilgangi að þykjast vera að sækja nýtt fylgi. Bara halda sig við grunngildin, horfa á ályktanir héðan, tala saman, vera stolt og trú á einstaklingin mun varða leiðina. Nú, við erum rétt nýkomin af stað í endurnýjuðu og því sem ég segi fullum fettum farsælu ríkisstjórnarsamstarfi. Okkur hefur gengið vel vegna þess að á milli okkar ríkisstjórninni ríkir traust og sameiginleg sýn á mikilvægi þess að tryggja stöðugleika og stjórnfestu. Ég þarf nú ekki að fara aftur að tala hérna það sem gerðist 2017. Þið sáuð hvað gerðist og þetta ekki það sem kjósendur vilja. Fólk vill stjórnfestu. Flokkarnir sem við störfum með í dag og höfum nú í tvígang gert stjórnarsáttmála með, þetta bara annars eðlis og þú finnur það í samtalinu. Og áskorunarnar sem við stöndum frammi fyrir eru svo mikilvægar, við verðum að halda okkur á þessari braut. Þær þola engan populisma pólitískan. Húsnæðismálin, verðbólgan, loftslagsmál, kjarasamningar, fjármál sveitarfélaga, uppbygging vegakerfisins, annarra innviða. Þessi mál verða ekkert leyst með einhverjum innantómum frösum. Þetta bara mál, hvert og eitt, sem þarf að byggja vel undir og skila síðan á endanum raunverulegum árangri fyrir fólk. Og við erum nú í miðri á. Ég hef aldrei verið þekktur fyrir að ganga frá hálfkláruðu verki. Komum saman, höldum áfram að byggja upp samfélagið okkar á réttum grunni. Eins og sagt hefur verið hér oftar en einu sinni í dag og í gær, Sjálfstæðisflokkurinn hefur mótað íslenskt samfélag alla lýðveldissöguna og gott betur en það. Við höfum byggt hér upp stéttlaust samfélag þar sem jöfnuður meiri en í nokkru öðru ríki. Það höfum við gert með því að skapa samfélag jafnra tækifæra. Við viljum ekki að börnin okkar fari út í daginn í sitt skólan allt eftir því hver efni foreldrana Við viljum ekki að hér verði til samfélag þar sem að þeir sem eru veikir eða sjúkir þurfi að óttast það að hafa verra aðgengi að heilbrigðisþjónustu heldur en næsti maður eða fólki í næsta húsi. Við leggjum alla áherslu á að hér hafi allir jöfn tækifæri, að við notum stóru opinberu kerfin okkar til þess að tryggja að enginn verði skilinn út undan. Og svo erum við bara alltaf að hamra á þessum mikilvægi punkti sem ég fór yfir í gær. Við munum aldrei hafa efni á því að rísa undir þeim metnaði sem við höfum fyrir þessa mikilvægu þjónustu nema að tryggja að atvinnulífið geti blómstrað. Kæru vinir, ég stend hér í dag reynslunni ríkari en fyrst og fremst fullur eldmóðs og orku. Við erum hér komin saman fyrst og fremst af einni ástæðu. Við öll værum ekki hér nema vegna þess að við brennum fyrir samfélagið okkar og við vitum sömuleiðis að sjálfstæðisstefnan gagnast þjóðinni best, kæru vinir, og að lokum saman erum við ósigrandi.
Ég þakka Bjarna Benediktssyni fyrir ræðu hans. Nú tekur til máls frambjóðandi til varaformanns Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir utanríkisráðherra. Þórdís, gjörðu svo vel. Fundarstjóri, kæru vinir, formaður Sjálfstæðisflokksins Bjarni Benediktsson, kæru landsfundagestir. Mikið rosalega er gott að fá að sjá okkur öll, að fá að vera með ykkur öllum á landsfundi flokksins okkar, loksins eftir nokkrar tilraunir og allt of langa bið. Hér erum við saman komin næstum 2000 fulltrúar á stærstu, öflugustu og áhrifaríkustu stjórnmálasamkomu á Íslandi. Landsfundur Sjálfstæðisflokksins er einstakur viðburður. Og mikið þykir mér vænt öll handaböndin, faðmlögin sem voru mjög mörg í gær. Ég hef aldrei fengið eins margar afmæliskveðjur, ég þakka fyrir það. Hlýju orðin, hvatninguna, heilræðin og stuðningin sem ég hef fundið frá ykkur og ég geri mitt besta til þess að endurgjalda þessa hlýju strauma með því að hvetja og faðma og ráða heilt. En fyrst og fremst með því að leggja alla mína orku, tíma og hugsun til þess að standa undir því trausti sem þið hér hafi sýnt mér og rækta það hlutverk sem þið fóluð mér á síðasta landsfundi. En á svona tímamótum, þegar við hugsum þau sem ráða heilt og við hugsum til þeirra sem ekki eru hérna með okkur, en ættu sannarlega að vera það, að þá get ég ekki annað en þegar ég stend hér í ræðustól en nefnt Ólöfu okkar Nordal, mína einu sönnu konu. Við erum komin með aðra Ólöfu hérna litla sem er mætt á sinn fyrsta landsfund. En ég ætla að biðja ykkur að hugsa til Ólafar Nordal sem ætti sannarlega að vera hérna með okkur í dag. Kæru vinir, við komum hvaðan af landinu. Við erum á ólíkum aldri, við sinnum ólíkum störfum, við erum í ólíkum hlutverkum í leik og starfi. En hér í þessum sal erum við öll jöfn. Við höfum öll okkar atkvæði, okkar rödd og tækifæri til þess að koma sjónarmiðum okkar á framfæri. Og það er alveg sama hvað aðrir segja, hvaða mynd andstæðinga Sjálfstæðisflokksins teikna upp og þeir eru ekki latið við það. Hér inni er samansafn af venjulegu fólki. Á stundum fellur það í hlut okkar, þessa venjulega fólks, að gegna óvenjulegum hlutverkum stund, til skemmri eða lengri tíma. En við erum samt, þegar öll er á botninn hvolft, stjórnmálaflokkur venjulegs fólks sem skilur þarfir venjulegs fólks og hefur það markmið sínu að bæta hag allra í samfélaginu. Og ég trúi því að við öll séum samankomin í þeim einlæga og góða tilgangi að gera flokkin okkar betri. Við erum hér vegna þess að við trúum að stjórnmálaþátttaka skipti máli. Slík þátttaka er hluti af réttindum og skyldum okkar allra í lýðræðissamfélagi. Og allt frá því ég kom fyrst á landsfund hef ég borið virðingu fyrir því mikilvæga hlutverki. Á mínum fyrstu landsfundum tók ég þátt í því ásamt ungum sjálfstæðismönnum, ekki þessum ungu sjálfstæðismönnum, augljóslega,
að kemba ályktunardrög og setja saman lista yfir málefni sem okkur fannst mjög mikilvægt að ná fram af því við trúðum því að það væri mikilvægt fyrir samfélagið. Og kappsemin var stundum mikil og auðvitað er það þannig að örlitlar orðalagsbreytingar í ályktunum eða áherslur breyta ekki veraldargangi sögunar. En þótt okkur hafi kannski alveg stundum fundist það, en það skiptir þetta allt máli, þetta stöðuga samtal sem við eigum skiptir máli. Og öll eigum við sameiginlega trú á dýrmæt grundvallagildi sem hafa þjónað flokknum okkar og íslensku þjóðinni svo vel í gegnum áratugina. Við erum hér á grundvelli þess að við erum sammála frelsi. Við erum sammála lýðræði og við erum sammála borgaraleg réttindi. Við erum ekki hópur fólks sem telur sig eiga öll réttindi en bera engar skyldur. Við erum flokkur ábyrgðar, flokkur öryggis og flokkur án upphrópana. Við höfum alltaf viljað standa sjálfstæð en vera þjóð meðal þjóða. Það er sjálfstæðisflokkurinn. Við teljum að þekking sé dreifð þjóðfélagið. Þess vegna aðhyllumst við takmörkuð ríkisafskipti. Við virðum eignarrétt og frelsi sem sumum þykja ekkert endilega svo mikilvægt að gera. Við virðum eignarrétt og frelsi til þess að ráðstafa sínum hagsmunum með þeim hætti sem hver og einn metur rétt. Þess vegna viljum við aga í opinberum fjármálum. Þekking er dreifð. Ekkert eitt okkar er snjallara en við öll saman. Þess vegna erum við hér saman. Við erum sammála leiðarljós og grundvallagildi og við viljum ræða okkur að niðurstöðu. Það eru gildi og þessi gildi og hin víðsýnu og þjóðlega umbótastefna sem var boðuð við stofnun flokksins, sem er og verður áfram ástæða þess að íslenskt samfélag er í fremstu röð á alla mælikvarða. Kæru landsfundargestir, okkur er tíðrætt að á landsfundi hittum við vini og vissulega er vinátta mikilvægur hluti af því að starfa í Sjálfstæðisflokknum. Og ég er þakklát fyrir þá ofsalega mörgu góðu vini sem ég hef eignast í gegnum starfið. En grundvöllur þess að við erum hér er að við erum sammála hluti sem skipta máli. Og við erum sameinuð í metnað okkar að afla þeim sjónarmiðum okkar fylgis og beita áhrifum okkar og ábyrgðarstöðum til þess að vinna framgangi íslensks samfélags á grundvelli þeirrar hugmyndafræði. Þetta stöndum við vörð saman, hvað sem líður kappsemi eða persónulegri samkeppni. Starfið okkar hefur ekki þann tilgang að upphefja mig eða forystuna, frambjóðendur og starfið okkar snýst ekki einstök dægurmálefni sem koma og fara eða einstaka hópa innan flokksins. Sjálfstæðisflokkurinn og það starf sem við vinnum hér hefur þann tilgang að gera gagn fyrir Ísland. Í mínum huga er Sjálfstæðisflokkurinn ekki til fyrir sjálfan sig eða fyrir hittinga eða fyrir félagsskap eða vini. Hann er verkfæri sem við notum til þess að gera Ísland sterkara. Og það sem við gerum hér og hvernig við stöndum á okkur störfum, það skiptir máli. Og það er þetta sem sameinar okkur. Og þegar kemur að þessum grundvallaratriðum er ekkert okkar stærra en hugmyndafræðin og ekkert okkar er stærra en liðið. Ábyrgð okkar er rík og okkur ber að taka hana alvarlega. Af því að starf Sjálfstæðisflokksins hefur skipt raunverulegu og gríðarlegu máli fyrir íslenskt samfélag og það er í höndum okkar sem hér erum að vera verðugir kyndilberar sjálfstæðisstefnunar svo megi áfram verða og áfram verði Ísland samfélag í fremstu röð. Kæru landsfundargestir, í vor ávarpaði Volodymyr Zelenský Alþingi Íslendinga og þar sagði hann meðal annars: Það sem hrífur mig mest er að ykkur skuli takast að búa ykkur farsælt þjóðlíf.
þrátt fyrir válynd veður og hrjúfa náttúru, og að þjóð ykkar njóti öryggis og búi við lýðræði. Þegar þið virðið fyrir ykkur bæ ykkar og byggðir, þegar þið virðið fyrir ykkur fólkið ykkar, þá sjáið þið að þar fer raunverulegt frelsi, raunveruleg menning, og þið sjáið hinn góða ávöxt sem hver dagur færir ykkur í skaut. Mér vitanlega hefur Zelenský aldrei komið til Íslands, en af orðum hans er nokkuð ljóst að Ísland er í hans huga samfélag sem virkar og getur verið fyrirmynd þeim sem berjast á degi hverjum fyrir frelsi, fullveldi og sjálfstæði síns eigin lands. Land sem nú sætir grimmilegri innrás, sem fyrst og fremst er rakin til þess að valdgýrug stjórnvöld Moskvu gátu ekki hugsað sér að almenningur í nágrannaríki fengi að velja sér framtíð sem fæli í sér raunverulegt frelsi og raunverulega menningu. Þar sem venjulegir Úkraínumenn fengu að sjá og njóta hins góða ávaxtar sem hver dagur færir í skaut, því samfélagi sem ekki er ofurselt ofbeldi, ofríki og skoðanakúgun. Og hugsið aðeins það. Ef nágrannar okkar eða fjarlægari þjóðir gætu ekki una því að við réðum sjálf okkar örlögum. Og takið eftir orðalaginu að ykkur skuli takast að búa ykkur til farsælt þjóðlíf, þrátt fyrir válynd veður og hrjúfa náttúru. Já, það er nefnilega ekki sjálfgefið eða sjálfsagt að við Íslendingar njótum á hverjum degi hins góða ávaxtar sem farsælt þjóðlíf elur af sér. En okkur hefur tekist það. Og þar hljótum við sjálfstæðismenn af fullri auðmýkt að mega benda á að Sjálfstæðisflokkurinn og sjálfstæðisstefnan og þau gildi sem að við öll hér viljum standa vörðum hafa notið slíks stuðnings meðal þjóðarinnar að flokkurinn okkar hefur verið í ríkisstjórn í það bil 65 ár af þeim 80 sem liðin eru frá stofnun lýðveldis. Og við þurfum að vera verðugir kyndilberar þeirra hugmynda sem Sjálfstæðisflokkurinn er stofnaður einmitt af því að þær hugmyndir eru betri og hafa reynst okkar samfélagi vel. Hversu vel? Já, Ísland var fátækt ríki á evrópskan mælikvarða þegar lýðveldi var stofnað. Í dag er Ísland meðal 5 efstu þjóða í heiminum þegar kemur að samfélagslegri þróun. Íbúar landsins búa við mesta öryggi á byggðu bóli. Jafnrétti kynja er álitið hér mest af öllum löndum. Samkynhneigðir og þau sem skilgreina sig öðruvísi en algengast búa við meiri skilning, ekki nógan, en meiri skilning og samþykki hér á landi en nokkur staðar annars staðar í heiminum. Við stöndum vörð tjáningafrelsi þannig að menning og gagnrýnin hugsun sem stundum er vesen fá að blómstra. Það kemur meðal annars fram í því að Ísland er efst á lista allra landa yfir frelsi á internetinu. Landsframleiðsla á mann er eins og mesta sem þekkist í heiminum og hér býr fólk við meiri launajöfnuð en í öðrum ríkum löndum. Allt eru þetta einkenni á góðu og réttlátu samfélagi. Og kæru landsfundargestir, vinir og sjálfstæðismenn, þetta er ekki tilviljun og þetta er ekki sjálfgefið. Og það var heldur ekki sjálfgefið að Ísland tækist að vinna upp stöðu sína eftir efnahagshrunið. Að okkur tækist eins hratt og raun bar vitni að komast úr gjörgæslu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og verða á ný meðal þeirra ríkja sem búa við allra bestu stöðu ríkisfjármála. En það tókst. Og auðvitað er það fyrst og fremst að þakka formanni Sjálfstæðisflokksins og ábyrgri stjórn og forystu í þessum málaflokki. Og það er ekki sjálfgefið að þessi staða haldist eða okkur takist að tryggja hana fyrir komandi kynslóðir. Ábyrgð okkar sem eru hér og okkar sem eru í forystu fyrir Sjálfstæðisflokkinn er því mikil. Og sjálfri hefur mér verið staða Íslands í alþjóðlegum samanburði sérstaklega hugleikinn frá því ég tók við embætti utanríkisráðherra fyrir tæpa ári síðan. Og það er ekki aðeins þetta hörmulega stríð í Evrópu. Grundvallar hugmyndir fólks öryggi, orkuöryggi, matvælaöryggi, aðfangakeðjur í framleiðslu og eigin varnir, allt hefur þetta tekið miklum breytingum.
og kæru flokkssystkin, oft hef ég hugsað hversu stolt ég af því að vera fulltrúi Íslands á alþjóðlegum vettvangi og vera fulltrúi lands sem hefur tekist svo vel að höndla eigið sjálfstæði. Svo vel að það er tekið sem fyrirmynd annarra sem sækjast eftir sama árangri fyrir sín samfélög. Og hversu stolt ég get verið af því hér innanlands að vera fulltrúi þess stjórnmálaflokks sem á einna drýgstan hlut í þeim árangri sem íslenskt samfélag hefur náð. Og ég hef hugsað, Guði sé svo innilega lof fyrir það að það er Sjálfstæðisflokkurinn sem hefur verið kjölfestan í íslenskum stjórnmálum allt frá því Ísland öðlaðist sjálfstæði. Og sem forystu manneskja í þessum flokki er mér annt að standa undir því hlutverki að vera fulltrúi ykkar og koma hugmyndum okkar á framfæri við þjóðina og afla þeim stuðnings. Þar byggjum við á djúpum og sterkum rótum allt frá tímum framfaramannsins Jóns Þorlákssonar fram á þennan dag. Rætur Sjálfstæðisflokksins hafa nært sífellda endurnýjun. Enda er það hlutverk sterkra róta að næra nýjan vöxt. Og við getum verið stolt og þakklátt fyrir þessar rætur og fyrir að vera hluti af stjórnmálaflokki sem á glæsta sögu. Og það er á þeim grundvelli sem við verðum að horfa til framtíðar. Það er verkefni okkar allra að afla Sjálfstæðisflokknum og þeim gildum sem hann stendur á fylgis. Sjálfstæðisflokkurinn þarf að endurnýja umboð sitt og erindi gagnvart sérhverri nýrri kynslóð. Og þetta þýðir ekki að við þurfum að hverfa frá grundvallaratriðum og grundvallargildum sem við stöndum á. Þvert á móti. Sjálfstæðisstefnan er sígild, en það er okkar verkefni að sýna fram á hvernig hún og þau sjónarmið eigi alltaf við þegar áskoranir blasa við og viðfangsefni samfélagsins breytast. Og við þurfum að þora að gera það. Það er okkar verkefni þegar nýjar kynslóðir koma fram og byrja að kjósa, þá er það okkar verkefni að sýna fram á gildi sjálfstæðisstefnunar. Ekki röfli við því þegar að það gengur ekki nægilega vel og segja að ungu fólki sé sama pólitík, það er alls ekki þannig. Það er okkar verkefni að sýna fram á mikilvægi og gildi þeirra sterkur róta og gilda sem við stöndum á og það er sameiginlegt verkefni okkar allra. Og við eigum öll að rækta þau hlutverk sem okkur eru falin af alúð og metnaði sem þau krefjast. Ísland mun nefnilega áfram þurfa á því að halda að sjálfstæðisstefnan sé kjölfesta í stjórn landsins. Kæru vinir, við horfum fram á tíma sem munu fela í sér miklar áskoranir. Ein þeirra sem blasir nú við okkur og tekur á sig sífellt fleiri birtingamyndir er sú staðreynd ef við horfum upp á öldrun þjóðarinnar þar sem færri vinnandi hendur munu standa undir verðmæta framleiðslu sem þarf að duga fyrir þá sem eru ungir og gamlir eða heilsulausir til að vera á vinnumarkaði. Við þetta bætist að heilsufar virðist fara versnandi þar sem ýmsir lífsstílssjúkdómar, bæði líkamlegir og andlegir, geta dregið mjög úr þrótti og lífsgæðum fólks. Þetta eru alvarleg úrlausnarefni sem að geta nefnilega líka alið af sér pólitíska óvissu og jafnvel upplausn ef samfélaginu reynist ómögulegt að standa undir þeim væntingum sem við höfum talið óhætt að gera til framtíðarinnar. Þessu þarf að taka alvarlega og þar mun yfirvegun sjálfstæðisstefnunar og hugrekki í forystu skipta miklu máli. Í þeim efnum getur enginn vita hverja lausnir þar verða. En enn á ný og aftur þá vitum við að einstaklingsfrelsi og athafnafrelsi munu leiða fram þær lausnir frekar en miðstýring ríkisvalds og valdboð að ofan. Við verðum að tryggja að umhverfi nýsköpunar og fyrirtækjarekstrar á Íslandi sé alþjóðlega samkeppnishæft þannig að frjótt og framtakssamt fólk geti áfram byggt upp hugvitsdrifin fyrirtæki. Þar er framtíðin og það er grundvöllur þess að hæfileika fólk framtíðar að velja, lifa, starfa og ala upp börn sín hér á Íslandi. Og við sjálfstæðismenn höfum haldið utan þessa málaflokka í fjármálaráðuneytinu og nýsköpunarráðuneyti síðastliðinn áratug
áratug sem hefur falið í sig algjöra umbyltingu á umhverfi nýsköpunar á Íslandi. Og við erum hvergi nærri hætt. Og það flokknum okkar til sóma og fremdráttar að vita að þessu málaflokki sé áfram sinnt af þeirri alúð og metnaði sem hann á skilið. Og við þurfum áfram að efla menntun á öllum stigum, öllum sviðum, þannig að þau sem hér alast upp séu færum að nýta sér efnahagsleg tækifæri framtíðarinnar sem mun í auknum mæli byggjast á hvers konar sköpun. Það skiptir máli að efla grunnfærni en líka að hlúa vel að íslenskri menningu og menntun á sviði lista og sköpunar. Og við þurfum að ganga vel auðlindir okkar, nýta orkuna sem allstaðar í kringum okkur. Og það stundum algjörlega ótrúlegt að horfa hingað heim og hlusta. Hér nánast eingöngu rifist hvaða græna orkukost við eigum að nota. Hvort hann eigi að vera vindurinn sem blæs eða jarðvarminn eða vatnsaflið, hversu hratt eða hægt, hversu mikið, á meðan að löndin í kringum okkur vildu svo gjarnan vera í þeirri stöðu að yfir höfuð geta aukið sjálfbæra endurnýjanlega orku. Og við þurfum Íslendingar að vera hluti af lausn þeirra vandamála sem að veröldinni steðja. Við þurfum að vera til fyrirmyndar í sjávarútvegi og hvernig svo auðlindin nýtt, landið og þjóð til heilla og auðvitað áfram með sjálfbærni og arðsemi að leiðarljósi. Og við höfum gríðarleg tækifæri sem framleiðsluland heilnæmra matvæla. Íslenskur landbúnaður mikilvæg undirstaða íslensks samfélags og í honum felast líka vaxandi tækifæri. Ég hef gríðarlega trú á því að í náinni framtíð munum við sjá með lausnamiðuðu hugafari, dirfsku og skapandi hugsun munum við sjá landbúnað vera vettvang enn meiri verðmætasköpunar en nú. Og við sjáum þegar vísbendingar og frábærar fyrirmyndir víða land, tækifærin eru bókstaflega út allt. Við þurfum að standa vörð samfélag sem sanngjarnt og réttlátt. Þar sem það skiptir máli hvað venjulegt fólk hefur fram að færa. Í slíku samfélagi getur nefnilega venjulegt fólk gert óvenjulega hluti og náð óvenjulegum árangri. Kæru flokkssystkin, á alþjóðavettvangi hefur margt breyst til hins verra, en þar eins og innanlands býr Ísland af forsjálni og skynsemi Sjálfstæðisflokksins. Sjálfstæðisflokkurinn hefur tryggt markaðsaðgengi í alþjóðlegu samstarfi án þess að gefa eftir fullveldi okkar eða ákvörðunarrétt yfir mikilvægustu auðlindum okkar. Og áfram þarf Ísland að sýna fram á það alþjóðavettvangi að við eigum erindi, að við séum þjóð meðal þjóða, að við eigum sæti við borðið og beitum það rödd okkar af skynsemi, segjum það sem þarf að segja og tökum afstöðu og séum hluti af þeim hópi ríkja sem stendur vörð frið, mannréttindi og virðingu fyrir alþjóðalögum. Ekki bara því það sem rétt að gera, heldur líka vegna þess að það blákalt hagsmunamat Íslands. Hvernig halda menn að íslenskt samfélag myndi blómstra ef að hér verði á einhvern hátt viðurkennt að þverbrjóta megi alþjóðalög og hinn stóri og sterki geti valtað yfir þann minni ef honum sýnist svo? Hvernig eigum við að þrífast, vaxa og dafna í slíku umhverfi? Þess vegna þurfum við að nota sæti við borðið, tala hátt og skýrt og tryggja og standa vörð alþjóðakerfið. Og kæru landsfundargestir, þótt við séum herlaus þjóð, að þá notum við og njótum við þeirra stöðu að búa við traustasta fyrirkomulag öryggis og landvarna sem til er. Og þessi staða heldur ekki tilviljun. Hún gerist ekki að því bara. Og ef einhver hefur fyrir því að leita uppi uppsprettu þeirra skynsemi sem liggur á bak við þessu stöðu, þá þurfum við ekki að leita sérstaklega langt. Hún í Sjálfstæðisflokknum. Sjálfstæðisflokkurinn hefur staðið vörð veru okkar í Atlantshafsbandalaginu og varnarsamstarf við Bandaríkin, líka í gegnum tíma þegar allra flokka vinstrimenn sá ekki minnstu ástæðu til að hafa áhyggjur af vörnum landsins. Og tískustraumar sögðu það ekki smart að standa vörð varið land. Ég veit ekki með ykkur, en mér hefur til dæmis alltaf fundist Björn Bjarnason bara mjög smart. Og eiginlega aldrei eins smart og akkurat núna. Og mikið óskaplega ég þakklátt þessum kynslóðum Sjálfstæðismanna, mörgum ykkar hér inni, sem hafa staðið vörð
þessa hornsteina í varnar- og öryggismálum Íslands. Og þakklæti mitt mun ég sýna með því að halda kyndli ykkar á lofti í störfum mínum sem utanríkisráðherra og varaformaður Sjálfstæðisflokksins. Það er mitt loforð til ykkar. Við erum fámenn þjóð en okkur hefur tekist vel upp. Og þó er ekki nema rúm öld síðan við urðum fullvalda og tæp 80 ár síðan við urðum að lýðveldi. Við höfum staðið á eigin fótum og getum sannarlega verið stolt af árangrinum. Þessi árangur síðustu áratuga er ekki sjálfgefin þróun. Íslendingum tókst þetta. Velsæld okkar er ekki eitthvað sem kom fyrir okkur. Við unnum fyrir henni. Og mörg ykkar sem eru hér í þessum sal eigi drjúgan þátt í þeirri velgengni Íslands sem ég og mín kynslóð hefur notið góðs af. Og ég vil að mín kynslóð sjálfstæðismanna sýni þakklæti sitt með því að halda á lofti þeirri hugmyndafræði sem við eigum sameiginlega og finna leiðir til þess að máta þá hugmyndafræði við þarfir og viðfangsefni nýrra tíma sem nefnilega breytast. Og við vitum ekki hver vandamál framtíðarinnar verða og sannarlega þekkjum við ekki allar lausnirnar. En við vitum að þær eru að finna í sjálfstæðum og frjálsum einstaklingum sem geta beitt sköpunarkrafti sínum og atorku með sinn eigin hag og hagsmuni samfélagsins að leiðarljósi. Með öðrum orðum, þá er lausnirnar að finna hjá venjulegu fólki sem fær tækifæri til að láta til sín taka og gera óvenjulega hluti. Og það er hlutverk minnar kynslóðar í stjórnmálum að tryggja að við gleymum því aldrei að hér á þessu landi þurfum við að hafa fyrir því að vera áfram sjálfstæð, fullvalda þjóð meðal þjóða. Þjóð sem á sína eigin menningu, kemur fram af myndugleik og fer vel með þær auðlindir sem náttúran hefur gefið okkur. Kæru vinir, Sjálfstæðisflokkurinn á erindi við framtíðina af því að við skiljum hvers hún ætlast af okkur. Þá framtíðarsýn vil ég móta með ykkur á grundvelli þeirra sameiginlegu hugsjónar og hugmyndafræði sem hefur stemt okkur öllum hingað þessa helgi. Ég býð fram krafta mína til þess að tala áfram fyrir okkar sterku gildum og vinna því að sannfæra nýjar kynslóðir Íslendinga að sú sjálfstæðisstefna sem gert hefur Ísland samtímans að framúrskarandi samfélagi á alla mælikvarða sé líka lykillinn að góðri framtíð. Og ég sækist eftir stuðningi ykkar til þess að gegna áfram embætti varaformanns í flokknum sem við eigum öll saman. Og ég tek því hlutverki af mikilli ábyrgð, alvöru og ég nálgast það auðmýkt og virðingu og ég lofa ykkur því að ég mun halda áfram að gefa allan minn tíma, orku og hugsun til þess að vera verðugur fulltrúi þess flokks sem hefur verið kjölfestan í uppbyggingu á okkar framúrskarandi samfélagi. Og ég heiti því að gefa áfram allt sem ég á. Til þess að áfram verði hægt að segja Ísland, alla framtíð, að það sé framsækið, sjálfstætt og fullvalda ríki, að allan heim verði sagt að þar sé farsælt þjóðlíf, að þar njóti fólk öryggis og búi við lýðræði. Að hér sé raunverulegt frelsi og raunveruleg menning. Að hér á Íslandi fáum við öll að njóta þess góða ávaxtar sem hver dagur færir okkur í skaut. Við þökkum Þórdísi Kolbrúnu fyrir hennar mál. Við ætlum kannski að áður en að kemur að ræðum ritara að fá smá uppbrot á þessu. Er Helga hér? Helga Möller ætlar
örstutt að koma inn í dagskrána. Takk fyrir, Birgir, að leyfa mér að koma hérna inn á þessu samkomu og heiðri ykkur. Þetta örugglega í fyrsta og eina skipti sem ég kem til með að standa í þessari pontu og ég ætla bara að njóta þess. Á skilti hérna fyrir framan mig stendur frelsi til að vera eins og þú ert. Og ég kem bara hingað eins og ég er. Ég er söngkona og ég er búin að vera flugfreyja í mörg ár, en ég er fyrst og fremst ég. Ég vinn fyrir Sjálfstæðisflokkinn í Mosfellsbæ og er afskaplega stolt af því, en ég er líka afskaplega stolt af unga fólkin okkar sem er í þessum flokki. Og mér langar til þess að við gefum þeim sérstaklega gott klapp því að þau eru framtíðin. Ein af þessum ungu konum sem að mig langar svo til þess að nefna er einmitt sú sem að vera að halda ræðu hérna síðasti ræðimaður, Þórdís Kolbrún. Hún átti afmæli í gær og það var enginn sem söng fyrir hana afmælissöngin. Þannig að mér finnst bara að vera komin tími til að við stöndum upp hvar sem þú ert, Þórdís. Þú fréttir allavega af þessu ef þú ert ekki í salnum. Þá skulum við syngja fyrir hana afmælissöngin. Hver með sínu nefi? Hún á afmæli í dag, hún á afmæli í dag, hún á afmæli, hún Kolbrún, hún á afmæli í dag. Hún lengi lifi! Húrra, 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 húrra! Takk fyrir mig! Þetta var smá innskot hér óvænt, en nú hefur dagskráin dregist örlítið á langinn og ég vildi geta þess að það hefur orðið auðvitað eðlilega seinkun á öllum liðum og þar á meðal dagskrá í hliðarsölum, hliðarviðburðunum sem eru í dagskránni. Nú er komið að ræðum frambjóðanda til embættis ritara Sjálfstæðisflokksins og en áður en að ég get það þá vil ég, eða fer í það, þá vil ég minna á að það er ennþá hægt að kjósa í málefnanefndir, það er ennþá hægt að kaupa miða og ball og að lokum meðan að frambjóðendur til embættis ritara tala hér, þá vil ég biðja fundarmenn að gefa þeim gott hljóð. En ég vil biðja Sigríði Ólafsdóttur sem er meðfundarstjóri minn að kynna frambjóðendur til embættis ritara. Takk fyrir, Birgir. Það eru 3 frambjóðendur til embættis ritara Sjálfstæðisflokksins. Gætu við fengið þögn í salinn? Fyrstur í pontu er Vilhjálmur Árnason. Gerðu svo vel. Góðan daginn og gleðilega hátíð, kæru vinir. Það er reglulega gaman að koma hingað og hitta ykkur öll loksins. Við erum búin að bíða lengi eftir þessum tíma. En ég heiti Vilhjálmur Árnason og er þingmaður Suðurkjördæmis og eins og fram hefur komið framboðið til ritara Sjálfstæðisflokksins. En þið verða munið á morgun þegar þið kjósið til ritara að ég heiti Vilhjálmur Árnason en ekki Villi Árna. Ég er sveitastrákur úr Skagafirðinum, þar sem ég bjó fyrstu 20 ár ævi minnar.
Þar kynntist ég starfi Sjálfstæðisflokksins fyrst þegar ég var formaður félags ungra. Síðan þá hef ég tekið þátt í starfi flokksins í 2 kjördæmum, starfað bæði á sveitarstjórnarstiginu og nú sem þingmaður í 9,5 ár. Ég er lærður lögreglumaður og starfaði í lögreglunni í 10 ár. En ég hef einnig starfað í sveit við verslunarstörf og rekið fyrirtæki. Þá hef ég bæði búið á landsbyggðinni og höfuðborgarsvæðinu. En alveg róleg, ég er bara 39 ára. En ég er sem sagt alls konar og þannig er einmitt fólkið í landinu. Það er alls konar og þannig fólk þurfum við í Sjálfstæðisflokknum og þess vegna býð ég mig fram sem ritara. Við erum fjöldahreyfing þar sem fólk getur sameinast grunngildin. Sem fjölskyldufaðir í Grindavík bý ég við svipaðar aðstæður ungt fjölskyldufólk sem í dag er á miklu pólitísku reki. Fólk sem var hjá okkur og tengdi eitt sinn við sjálfstæðisstefnuna. En nú eru breyttir tímar. Við þurfum að mæta fólki þar sem það er statt og sýna aðstæðin þess skilning. Við þurfum að muna að margar nýjar kynslóðir vita fátt hvað sjálfstæðisstefnan í raun stendur fyrir og mögulega höfum við, kjörnir fulltrúar, ekki haft nóga hátt stefnuna. Því spyr ég, ef við þorum ekki að boða sjálfstæðisstefnuna, hver þá? Kjörorð flokksins eru enn stétt með stétt, en samfélagið hefur breyst og við þurfum að leggja harðar að okkur til að ná til fólks í öllum stéttum. Ég hitti eitt sinn mann í Vestmannaeyjum sem hafði verið í flokknum í það bil 50 ár og ég spurði hann, af hverju styður þú Sjálfstæðisflokkinn? Og svar hans kristallega miklu leyti stefnu flokksins. Vilhjálmur, ég er sjálfstæðismaður því mér var kennt að Sjálfstæðisflokkurinn stæði með öllum og að sama hver ég væri fæddur í þjóðfélaginu þá myndi Sjálfstæðisflokkurinn tryggja að ég hefði jöfn tækifæri til þess að ná langt og að hlutverk ríkisins væri að ryðja grjót úr vegi fólks en ekki bæta við og íþyngja. Þetta eru orð að sönnu. Nú langar mig að tala hugmyndina frelsi til úrræða. Að fólk sem hefur lausnir við hvers kyns áskorunum fái að bjóða upp á þau úrræði, til dæmis í geðheilbrigðismálum. Einkaframtakið á að fá að bjóða upp á fjölbreytt úrræði til að efla geðheilsu fólks, hvort sem það er með nýrri tækni, nýjum aðferðum eða nýjum vörum. Eignarrétturinn er sömuleiðis eitthvað sem við sjálfstæðismenn eigum alltaf að tala hátt og skýrt fyrir. Við hér inni vitum að eignarrétturinn er besta náttúruverndin. Við sjáum til dæmis hvernig bændur hafa passað upp á rækta landið og það hvernig sjávarútvegurinn færði sig yfir í sjálfbærar veiðar. Þetta er ekki sjálfgefið. Sjálfstæði þjóðarinnar er eitt okkar mikilvægasta grunngildi og er aðal ástæðan fyrir því að Sjálfstæðisflokkurinn varð til. Við eigum að standa utan Evrópusambandsins og við eigum alltaf að tryggja sjálfsákvörðunarrétt íslensku þjóðarinnar. Þegar við virkjum þessi grunngildi Sjálfstæðisflokksins þá gengur þjóðinni vel. Sveitarfélögum gengur vel og síðast en ekki síst þá gengur flokknum okkar vel. Við megum ekki gera málamiðlanir með grunngildin. Ef ég verð kjörinn ritari Sjálfstæðisflokksins þá ætla ég að gefa mig allan í að tryggja að allir sjálfstæðismenn hafi jafna rödd óháð búsetu. Ég vil auðvelda grasrótinni að hafa samband við flokksforystuna og ég ætla að sinna öllum flokksfélögum óháð stærð. Við þurfum að sækja viskubrunn þeirra sem undan okkar komu og þar má sérstaklega nefna þann gríðarlega mannauð sem við höfum í fyrrverandi fulltrúum sem búa yfir mikilli þekkingu og reynslu. Á sama tíma er ekki síður mikilvægt að við ræðum við unga fólkið sem lifir í allt öðru sér heimi og sækir daglega ný viðmið og gildi sem áður bár sér landsins á nokkrum árum.
Við þurfum að leiða saman þessi sjónarmið og gæta þess að ekki myndist togstreita á milli kynslóða. Með virku samtali á Sjálfstæðisflokkurinn að leiða þjóðfélagsbreytingar en ekki bregðast við þeim seint og síður. Saman sköpum við öflugan samhljóm sem hrífur fólk með okkur. Við sjálfstæðismenn óttumst ekki rökræður eins og margir andstæðingar okkar og því verðum við að geta tekið umræðina innan okkar veggja og spyrja okkur reglulega stöðuna á starfinu okkar. Jú, það einmitt starfið sem embætti ritara gengur út af. En við þurfum að spyrja svona spurningar: er Sjálfstæðisflokkurinn orðinn of mikil stofnun? Hvaða þjónustu eigum við að veita miðlægt frá Valhöll? Hvernig tökum við á móti nýjum félagsmönnum? Hvernig getum við gert landsfund enn betri og hvernig tryggjum við að jafnt aðgengi sé á hann? Fyrir marga sjálfstæðismenn sem þurfa að koma langt að, þá kostar ein landsfundarhelgi langt yfir 100.000 krónur. Hvaða skilaboð eru við að senda til unga fólksins, landsbyggðarinnar og þeirra sem minna hafa á milli handana, þegar það kostar svona mikið að taka virkan þátt í starfinu? Flokkurinn þarf að bæta við sig fólki ef hann á að bæta við sig fylgi. Frá því ég hóf störf í pólitík hefur áhugi minn mestur verið af því að fara landið og miðin, hitta fólk á sínum heimavelli, heyra þeirra áskoranir og þeirra hugmyndir til þess að gera samfélagið okkar betra. Skilaboðin hafa ávallt verið skýr. Stjórnvöld eiga að einbeita sér að því að allir búi við öfluga grunnþjónustu og að grunninnviðirnir séu í lagi. Og þá sjá samfélögin og fólkið rest. Með öðrum orðum, sinni grunnþjónustunni og láti okkur svo í friði. En það einmitt það sem við sjálfstæðismenn skiljum. Þannig skapa störf sem skapa hagvöxt sem undirstaða þeirra velferðar sem við búum við hér á landi. Það íslenska leiðin. Kæru landsfundarfulltrúar, sem ritari vil ég tryggja að fólki í flokknum mun geta tala með sterkari röddu og geti sinnt betur sínu hlutverki sem aðhald við kjörna fulltrúa og forystu flokksins. Við öll inn í þessum sal munum þekkjast betur, vera í auknum samskiptum og styðja hvort annað í okkar verkefnum. Við saman ætlum að tryggja það að það veri aukinn taktur í boðskap Sjálfstæðisflokksins út á við þar sem fólkið í flokknum mun samanast að láta grunngildin heyrast hærra og oftar. Kæru vinir, við ætlum að koma tvíöldu að þessum landsfundi, við ætlum að blása til sóknar og sækja fram til móts við nýja tíma. Mín sannfæring segir mér að þessi nýja sókn verði byggð á öflugum grunni fólksins í flokknum og að saman leiðum við flokkin okkar fram til sigurs. Þetta vil ég sjá gerast af endurnýjum krafti og þess vegna býð ég mig fram til ritara Sjálfstæðisflokksins. Takk fyrir. Takk fyrir, Vilhjálmur. Næstur tekur til máls Helgi Áss Grétarsson. Fundarstjóri, virðulegur formaður, kæru flokkssystkin. Fyrir 6 vikum eða svo tilkynnti sá sem hér stendur að hann hygðist bjóða sig fram í embætti ritara Sjálfstæðisflokksins. Sem stórmeistari í skák hef ég trú á sjálfum mér og þá hafði ég þá trú að þessi fundur, þessi landsfundur, yrði sá fjölmennasti í sögunni út af því að ég býði mig fram sem ritari Sjálfstæðisflokksins. Hins vegar verð ég að segja að ég ljósi þess að hér formannslagur og hér glæsilegur varaformaður að það hefur valdið mér töluverðum vonbrigðum að það hefur fækkað verulega í salnum síðan ræðu þeirra luku.
En hvers vegna ég sjálfstæðismaður? Hvers vegna ég að bjóða mig fram svo stuttu eftir að ég hóf störf sem kjörinn fulltrúi í borgarstjórn Reykjavíkur? Ég vil gjarnan segja ykkur sögu. Hún þessi, ég 6 ára og árið 1983. Föðuramma mín hafði misst húsið sitt í bruna. Hún hafði rekið þar meðal annars hannyrðabúð, liljubúð í meira en 30 ár. Hún flytur til okkar fjölskyldunar og býr í Breiðholtinu í Reykjavík. Einn daginn hún í baðherberginu og í minningunni, og afsakið fundarstjóri, þá var hún að tefla við páfann. Ég skrepp inn á bað, 6 ára gamall sem sagt, til að þvo á mér hendurnar. Hún fylgist með mér og segir svo hvössum tón: Helgi, viltu gjöra svo vel að hætta að nota svona mikla sápu? Þessi sena hefur mér alltaf verið minnistæð vegna þess að ráðdeild í fjármálum mikilvæg. Eitthvað sem vinstri flokkunum í meirihlutanum í borgarstjórn Reykjavíkur fyrirmunað að skilja. En það hafa sjálfsagt ekki allir haft jafnharða ömmu og ég. En fyrir utan að kenna mér mannganginn í skák, kenndi amma mín nefnilega öll grundvallaratriði sjálfstæðisstefnunnar. Að hafa trú á einstaklingnum og að frelsinu fylgir ábyrgð. Og það þýðir meðal annars það að hver einstaklingur sem fæðist í þennan heim, hann sérstakur og einstakur og við eigum að hafa trú á honum. Þrátt fyrir einstaklingsfrelsið þarf samt að tryggja tækifæri fyrir alla. Það gerum við saman, stétt með stétt. Í því felst meðal annars að í stjórnmálastarfi Sjálfstæðisflokksins allir jafnir. Það þess vegna sannfæring mín að forystufólk í Sjálfstæðisflokknum á að starfa í anda auðmýktar, velvilja og umhyggju í garð annarra flokksmanna, en samt sem áður boða staðfastlega að sjálfstæðisstefnan standi traustum fótum. Kæru landsfundarfulltrúar, það hafa verið ein af mínum mestu forréttindum í lífinu að hafa kynnst öflugu stuðningsfólki Sjálfstæðisflokksins undanfarna mánuði, og það út af fólkinu í flokknum sem ég gef kost á mér í embætti ritara. Eins og þið vonandi vitið, á embætti ritara fyrst og fremst að sinna innri málefnum flokksins, bæta skipulag og vera tengiliður forystu flokksins við grasrót hans, að minnstu kosti á meðan að formaður og varaformaður ráðherrar. Þótt ég hafi alltaf því ofurtrú á mannunum sem í flokknum hef ég áhyggjur af framtíð Sjálfstæðisflokksins. Meðal annars vegna þess að fylgið á landsvísu hefur verið undir 30% í 5 alþingiskosningu í röð og í gamla höfuðvígi flokksins Reykjavík verk að vinna til að bæta stöðu flokksins. Það mín trú að flokkurinn eigi mikið inni. Já, við getum gert betur, mun betur og já, mun betur og við munum gera betur. Kæru landsfundarfulltrúar, fyrir nokkrum árum var ég að taka leigubíl úr miklu hófi og ég var að flýta mér á annan fund. Sá fundur skipti mig töluverðu máli, jafnvel framtíminn gæti oltið á honum. Leigubílstjórinn var á stórum amerískum bíl, en hann af einhverjum ástæðum keyrði hægt. Ég óskaði eftir því að hann gæfi í og sagði honum ástæður þess. Hann hvæsti á mig og neitaði og hélt áfram að silast áfram mér til mikillar armæðu. Ég minnti hann á, góðfúslega, á þá einföldu staðreynd að bensíngjöfin væri ávallt hægra megin við bremsuna. Augu hans skutu gneistum og hægði hann förina í stað þess að auka. Það var byrjað að síga í mig og ég leit á hann og spurði í hreinskilni: Viltu ekki rífa út gjaldmælinn og setja í staðinn dagatal?
Þessi ferð endaði sem betur fer vel. En hún minnir mig á að ef stór og fallugu faraskjóti á að komast á leiðarenda, það áhöfnin að vera samhent og hlusta í hvívetna eftir því sem betur má fara. Þetta staða Sjálfstæðisflokksins í dag. Faraskjóturinn stór og kraftmikill, en af einhverjum sérstökum ástæðum ekki verið að stíga nægilega hressilega á bensíngjöfina til að ná árangri. Að mínu mati viss bragur á því að það skorti á hlustun og skarpari framtíðarsýn, en þessu allu hægt að breyta. Þvílíkur mannauðurinn sem við búum yfir. Nú vil ég taka fram hvað það þýðir að greiða mér atkvæði, hvaða gildi búa að baki mínu framboði til ritara Sjálfstæðisflokksins. Stjórnmál snúast að veruleyti fólk og velferð þess. Mannleg samskipti og góð mannleg samskipti undirstaða þess að ná árangri í stjórnmálum. Það verður líka að hafa í huga að það dugar ekki að efnislegum árangri sé náð. Það þarf einnig að stunda að virka upplýsingamiðlun svo að almenningur upplifi að árangri sé náð. Það mín skoðun að stórefla þarf alla nálgun í hvernig við miðlum upplýsingum til flokksmanna, og svo það mjög mikilvægt atriði að skilaboð frá flokknum til kjósenda verða að vera skýr, einföld og aðgengileg fyrir alla, þar með talið til þeirra kjósenda sem búa yfir takmarkaðri íslenskukunnáttu. Það mín skoðun að ritaraembættið eigi að þróast á þann veg að það leiki stórt hlutverk í allri upplýsingamiðlun flokksins, að minnsta kosti þegar kemur að upplýsingagjöf frá flokksforystu til grasrótar og öfugt. Með öðrum orðum bæta þarf félags- og flokksstarf Sjálfstæðisflokksins og breytingar þörf. Þetta verður ekki gert nema að pólitískt vægi ritaraflokksins verði aukið og hann hafi umboð til þess að leiða vissar breytingar. Að lokum vil ég taka fram að ég tel það vera kost að sá sem gegni embætti ritara standi fyrir utan hringjöðu landsmálanna, það sé ekki alþingismaður, og geti af hugrekki og hispursleysi talað máli grasrótarinnar, meðal annars á fundum hjá æðstu stofnunum flokksins. Það krefst nefnilega hugrekkis að standa með fólkinu á planinu og sem við viljum að vinni óeigingjarnt starf í þágu flokksins. Að lokum vil ég nefna að verði ég kjörinn ritari tel ég það forgangsmál að flokkurinn móti áætlanir til að ná til ákveðna kjósendahópa, og þá ekki síst hvernig skynsamlega sé að höfða til ungs fólks og kjósenda að erlendu bergi brotið. Tækifærin allsstaðar. Kæru landsfundarfulltrúar, frá blautu barnsbeini hef ég stutt Sjálfstæðisflokkinn. Amma mín var góður kennari. Grundvallaratriðið einstaklingsfrelsið. Þannig aukum við hamingju allra. Framboð mitt til ritara stendur fyrir gildum sem eiga að auka líkur á að flokkurinn vaxi og dafni, svo að við öll getum verið stolt af því að styðja Sjálfstæðisflokkinn. Þannig verðum við sterkari og þannig verðum við stærri. Takk fyrir Helgi. Þriðji frambjóðandinn Bryndís Haraldsdóttir og ég býð hana velkomna í pontu. Loksins, kæru félagar. Mikið gaman að vera með ykkur á landsfundi. Og ég segi líka loksins kemst ég í pontu. Ég vil þakka öllum fyrirverandi frambjóðendum hérna fyrir stuttar og skorinortar ræður. Kærar þakkir. Ég veit að klukkan korter í 5 og fólk vill fara að komast í skemmtunina. En ég ætla að segja ykkur frá því af hverju ég gef kost á mér í embætti ritara. Ég tilkynnti framboðið mitt 17. september og hafði þá hugsað í svolítið tíma hvað ég get lagt að mörkum til að gera flokkinn minn stærri og sterkari. Ég hef áratuga reynslu á vettvangi sveitarstjórna
Og þegar ég starfaði á sveitarstjórnarstiginu fann ég svo oft fyrir því hvernig var þörf fyrir það að við sjálfstæðismenn á sveitarstjórnarstiginu tengdumst betur, þekktum betur hvort annað og getum tekið sameiginlega á við verkefni. Þegar ég reyndar ákvað að gefa kost á mér, þá var ekki ljóst að við myndum vera að kjósa á milli 2 manna í formanni. Þar af leiðandi hefur þetta svolítið fallið í skuggann, þetta ritaraframboð okkar, en góðu fréttirnar eru þó þær að við höfum verið að tala innra starfið og hvað við getum gert betur í því. Ég sé sem sagt fyrir mér í innra starfinu, tengt sveitarstjórnarstiginu sérstaklega, að við getum tengt fólkið okkar betur saman. Og ég ætla bara að nefna eitt dæmi. Ég er formaður allsherjar- og menntamálanefndar þingsins. Ég hef núna búið til vettvang þar sem allt okkar fólk sem starfar á fræðslumálum víðs vegar landið er komið saman. Við höfum fundað, rætt skólamál og við getum lært hvert öðru, styrkt hvert annað. Mér hefur lengi fundist að við þurfum að auka virðinguna fyrir sveitarstjórnarstiginu, bæði innan flokksins en líka út í samfélaginu. Því sveitarstjórnarfólkið okkar er að vinna í nærþjónustunni og það er nærþjónustan sem snertir hjarta kjósenda. Þess vegna held ég að við þurfum að virkja enn frekar sveitarstjórnarstigið. Ég sé fyrir mér að við getum gert þetta í mörgum málefnum og fólk tala stundum það að forysta Sjálfstæðisflokksins sé svolítið einhæf. Það er hún alls ekki, því allt okkar fólk sem starfar út landið allt undir merkjum Sjálfstæðisflokksins er forystu fólk í Sjálfstæðisflokknum. Grasrótin er okkar auðlind og það er eins með þá auðlind eins og allar auðlindir. Við megum ekki ganga of hart á hana eins og við gerum stundum í kosningum. Við þurfum að vökva hana og við þurfum að rækta hana og við þurfum að virkja hana. Valhöll er auðvitað lykilatriði í því og Valhöll á að vera opin þjónustumiðstöð fyrir fólkið okkar sem sinnir þessu starfi út land allt. Valhöll á að bjóða upp á eins konar verkfærakistu fyrir félögin okkar. Það sem er góðar hugmyndir, aðferðir til að koma þeim til leiða, sýna fólkin okkar hvernig það getur unnið enn betur á sínu svæði. Og ég mun beita mig fyrir því verði ég kosin til þess að gegna ritarembættinu. Landsfundur er eins og einhvers konar hugveita fyrir Sjálfstæðisflokkinn á meðan Valhöll á að vera verkveitan okkar. Og við megum aldrei gleyma því að það þarf líka að vera gaman í pólitík. Í minni fyrstu kosningabaráttu, þegar ég skipaði sæti á lista í Mosfellsbæ og við unnum glæsilega meirihluta aftur, þá var þetta lykilorðið hjá okkur. Þegar sjálfstæðismenn koma saman, þá verður að vera gaman. Ég er ritari þingflokks Sjálfstæðisflokksins og nú er ég að bjóða mig fram sem ritari Sjálfstæðisflokksins. Og það er ekki vegna þess að rithöndin mín sé svo falleg eða stafsetningin frábær, því miður þrátt fyrir að Ragnheiður Ríkharðsdóttir, fyrrverandi kennari minn, hafi lagt mikið af mörkum við að kenna mér góða og gilda íslensku. En hlutverk ritara er ekki þetta. Hlutverk ritara er að vinna með ykkur, er að hlusta, bera áfram það sem þið hafið fram að færa, aðstoða ykkur við að koma hugmyndum ykkar í verk og þar held ég að ég geti bara verið nokkuð góð. Ég hef nefnilega mikla reynslu af því, bæði á vettvangi sveitarstjórna, atvinnulífsins og núna á þinginu, að vinna með ólíku fólki. Fólki í ólíku flokkum, stundum fólki með mismunandi skoðanir. Og ég er bara nokkuð góð í því að sætta sjónarmið, enda er ég líka 3 barna móðir og stundum þarf ég að sætta heimilið. En, kæru vinir, klukkan er alveg að verða 5 og við ætlum öll að hafa virkilega gaman í kvöld. Við komum svo aftur saman hérna á morgun og kjósum og þá ætla ég að vona að þið munið eftir mér
þegar kemur á ritarakjörinu og ég minni líka á þegar það er alveg síðast í röðinni. Þannig ég veit að það er aðeins búið að fækka í salnum núna, þið verður að passa ykkur á morgun sko. Það má ekki fara bara heim þegar búið að kjósa formann. Það er þá líka að kjósa varaformann og svo ritara. En að lokum þetta, kæru vinir, við Sjálfstæðisfólk þurfum að sækja fram. Við þurfum að sækja fram sameinuð, með bjartsýni og hugrekki að vopni. Því nú sem endranær eigum við erindi og ég vil leggja mitt af mörkum til að svo verði. Takk fyrir mig. Góðir fundamenn, við þökkum Bryndísi og öðrum frambjóðendum til embættis ritara fyrir þeirra ræður. Við erum nokkuð á eftir áætlun eins og þið gerið ykkur grein fyrir vegna þess að flestir frambjóðendurnir fóru það bil helmingi fram yfir þann tíma sem þeir höfðu miðað við fyrirmæli fundarstjóra. Við vinnum þetta upp seinna en þetta veldur því að hliðarviðburðir hér í hliðarsölum hafa tafist og einn þeirra fellur niður vegna forfalla þeirra sem ætluðu að taka hann. Þannig að hér í hliðarsal hefst nú, hliðarsal 1 eða sal 1, hefst nú umfjöllun stefnumótun í vímuefnamálum, umfjöllun hægri lausnir í loftslagsmálum fellur niður eftir mínum upplýsingum, en í sal 4 mun fara fram umræða hugvitsdrifnar framfarir. Góðir fundamenn, ég ætla að benda ykkur á eitt. Takiði með persónulega muni af borðunum. Dagskrá hér í dag er að ljúka hér á fundinum og hér verður efnt til veislu í kvöld, þannig að allri borðauppbröðun verður breytt og því verður hent sem menn skilja eftir hérna. Þannig að takiði persónulega muni með ykkur og gangiði helst frá snirtilega eftir ykkur á einstakum borðum. Fundur hefst síðan hér aftur klukkan 9 í fyrramálið en í millitíðinni verður veisla, það verður hátíðarkvöld verður og svo dansleikur og ég hlakka til að sjá ykkur þar. En fundi er nú frestað.